Das Radikal. Graduale Nobili söng þjóðsönginn og Guðsvors land, lagið eftir Sveinbjörn Sveinbjörnsson en ljóðið eftir Matthías Jochumsson. Nú flytur Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra, hátíðarræðu. Góðir Íslendingar, kæru landsmenn. Í byrjun desember árið 1918 ritaði Elka Björnsdóttir, verkakona í Reykjavík, dagbókarfærslu eins og hennar var vandi að loknum vinnudegi. Elka var þá 37 ára og hafði haldið dagbók í rúman áratug, en skrif hennar þykja veita einstaka innsýn í líf venjulegs daglaunafólks á fyrstu árum 20. aldar, áður en grunnstoðir íslensks velferðarkerfis voru reistar. Ein færslan í dagbókinni sker sig úr, en þar segir meðal annars: hátíðin var stutt en góð. Ef öðruvísi hefði staðið á en nú, ef ógn sóttarinnar væri ekki enn vofandi og lamandi yfir öllum landslýð, þá hefðu eflaust orðið hátíðahöld allt land og hinn prýðilegustu svo sem vert var. Þetta var þó betra en ekkert, enda gaf Guð svo fagurt veður að minnilegt mun verða. Fjöldi skipa flaggaði, sum allsett veifum og íslenski fáninn hæst við hún. Þetta merkisdagur mikill í sögu landsins, ef hún fær að verða lengri. Tímamót, sjálfstæði fengið aftur eftir halva 7. öld, þvílíkur tími niðurlægingar, þrauta, þjökunar og viðreisnar. Guð veit nú hvað framundan. Fyrir þessari dagbókafærslu hafði Elka lýst hátíðahöldum sem framfóru þennan dag 1. desember 1918 þegar Ísland var fullvalda ríki. Hún greindi frá 21 fallbyssu skoti sem skotið var að danska skipinu Íslands Falk sem þá lá úti fyrir höfninni, en þeim var ætlað að heilsa íslenska fánanum sem skömmu áður hafði verið dreginn að húni yfir stjórnarráðinu í fyrsta sinn. Og Elka greindi frá því hvernig helstu höfðingjar landsins voru þarna samankomnir til að fagna fullveldinu. Sjálf hefur hún án efa verið með á hreinu hver var hvað í þeim hópi, því Elka þótti höfðingjadjörf eins og þá var sagt. Hún starfaði við að ræsta skrifstofur í Reykjavík. En Elka var líka sjálf höfðingi. Hún var sannur foringi í sinni sveit, þrátt fyrir að vera heilsutæp. Nokkrum árum fyrr hafði hún tekið þátt í að stofna Verkakvennafélagi Framsókn og Alþýðuflokk Íslands. Þetta var kjarnakona. Nú daginn fékk Elka rödd á ný, þó ekki væri nema stutta stund. Brot úr dagbókarfærslunni hér á undan var lesið upp í Ríkisútvarpinu þegar tugir Íslendinga sem bjuggu hér í höfuðstaðnum fyrir 100 árum fengu að heyrast á ný í einn á dag. En hverju skipta 100 ára gamlar dagbókafærslur fyrir okkur sem hér erum í dag? Hvaða þýðingu getur fólki sem uppi var á Íslandi fyrir 100 árum haft fyrir okkur nútíma fólkið? Það merkilegt að velta því fyrir sér hvað Elka skrifaði. Hún var ekki viss hvað framtíðin bæri í skauti sér. Hún spurði sig hvort saga þessarar þjóðar fengi yfir höfuð að verða lengri. Það skiljanlegt í ljósi spænsku veikina sem þá hafði geisað síðustu vikur með skelfilegum afleiðingum, Kötlu sem hafði hætt að gusa úr sínum djúpu kvikuhólfum mánuði fyrr og fimbulkuldans veturinn á undan sem enn var öllum í fersku munni. Margt hefur breyst í því hvernig við hugsum fortíðina á Íslandi. Röddum úr fortíðinni sem fá áheyrn hefur fjölgað. Sagnfræðin snýst minna en áður höfðingja og fyrirmenni. Alls konar fólk sem hefur lifað í þessu landi og á þessari jörð hefur fengið rödd
og endurmótað söguna. Þessar 100 ára gömlu dagbókarfærslur vekja okkur til umhugsunar kjör og aðstæður þeirra sem þá voru uppi. Sömuleiðis samfélagsgerðina þar sem konur yfir 40 höfðu fengið kosningarétt aðeins 3 árum fyrr. Allar ákvarðanir voru teknar með allt öðrum hætti en nú. Samfélagið svo sannarlega breytt frá því fyrir einni öld. Raddir þess svo sannarlega fleiri og fjölbreyttari en á Íslandi ársins 1918 og það gott. Enda þörfin brýn fyrir hæfileika á ólíkum sviðum, hugmyndir, dugnað, metnað. Í fámenninu munar okkur hvern og einn og því ber að fagna þegar hinar fjölbreyttu raddir taka þátt í okkar stóra sameiginlega verkefni í lýðræðinu. Það okkar allra að styrkja lýðræðið, ekki aðeins með því að mæta endrum og eins á kjörstað og setja sístækkandi kjörseðla í kassa, heldur líka með virkri umræðu okkar á milli í ólíkum myndum. Það okkar allra hlutverk að vanda umræðina, tjá okkar hug og síðast en ekki síst að hlusta hvert á annað. Nú á dögum auðvelt að láta umheiminn vita af skoðunum sínum og hugsunum. Við þurfum bara að lyfta símanum og þá erum við komin í ræðustól. Rétt eins og raddirnar hafa orðið fjölbreyttari eru leiðirnar fjölbreyttari til að tala við samfélagið allt. Baráttu fólk hefur sett ólíkustu mál á dagskrá. En gleymum því leið ekki að það enn hægt að nota hina sígildu aðferð, setjast niður við eldhúsborð landsins eða út í náttúrunni, horfast í augu og ræða saman maður og mann. Kæru landsmenn, þessa dagana höfum við fyrir augum okkar öndvegis námskeið í vönduðum samskiptum og samheldni þar sem íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu tekur þátt í stærstu íþróttaviðburði heims, heimsmeistaramótinu í fótbolta. Veruleiki íþróttanna skýr á yfirborðinu, sigur betra en tap, í fótbolta þarf að skora fleiri mörk en andstæðingurinn, en undir þessu yfirborði býr margt fleira. Einurð, metnaður, þrotlaus vinna liggja að baki góðum árangri. Hugurinn þarf að vera rétt stilltur gagnvart hverju verkefni. Það engin tilviljun að þjálfarar íslenska liðsins hafa lagt mesta áherslu á liðsheildina. Slíkur andi verður ekki til að sjálfu sér. Hann eitt af því dýrmæta sem íþróttir geta kennt okkur. Og við sem horfðum, og það eru örugglega öll við sem hér erum á leikinn í gær, fengum dýrmæt skilaboð. Skilaboð til okkar og skilaboð til komandi kynslóða að þeim sem fæðast hér á þessari eyju eru lítil takmörk sett. Fyrir 100 árum hefði Erku og líklega engan órað fyrir því að íþróttalið frá þessari nærri furðulega fámennu eyju spilaði knattspyrnu á heimsvellinum, fámennasta þjóð heims sem náð hefur slíkum árangri. Og eiginlega trúum við ekki enn, sveiflumst á milli þess að telja þetta undravert yfir í að vera sjálfgefið. Við erum ekki ólík Erku að því leyti að við erum alltaf í leit að öryggi og jafnvægi, stöndum frammi fyrir áskorunum og óvissu og alltaf mun veðrið vera okkur Íslendingum ofarlega í huga, rétt eins og Erku fyrir 100 árum. Fortíðin mun nefnilega áfram geta kennt okkur margt. Í haust verður til að mynda áratugurliðinn frá efnahagshruninu sem þeir atburðir hafa litað allt stjórnmálalíf okkar síðan, kannski þjóðlífið allt, skilningur á því sem þá gerðist, viðleitni til að læra af mistökum mikilvægt til að lenda ekki aftur í svipaðri gryfju. Okkur mikilvægt að velta því fyrir okkur hvort við séum örugglega komin upp úr þeirri gryfju, hvort að herfjötur hrunsins hafi lagst á okkur. Og ef við lítum til fortíðarinnar áfram, þá fögnum við 100 ára afmæli fullveldisins þann 1. desember næstkomandi og það eru miklar áskoranir framundan. Meðal þess sem Alþingi hefur þegar samþykkt í tilefni afmælinu að fé verði veitt til aðgerðaáætlunar uppbyggingu máltækni innviða fyrir íslenska tungu. Við verðum að horfa til framtíðar og mæta þeim áskorunum sem framtíðin færir okkur. Breytingar á umhverfinu, samskipti eða samskiptaleysi stórþjóða í fjarlægum löndum, tækninýjungar sem munu gjörbreyta atvinnuháttum framtíðar eru nokkrar áskoranir sem við vitum af. Við þurfum að setja metnaðarfull markmið í loftslagsmálum.
Við þurfum að tala skýrt fyrir mannréttindum á alþjóðavettvangi. Við þurfum að tala skýrt fyrir náttúruvernd. Við þurfum að búa okkur undir áskoranir framtíðarinnar í atvinnuháttum. Tæknin hefur nú þegar tekið svo stórstígum framförum að hún farin að hafa áhrif á líf okkar, samfélagsgerð og okkur sjálf. Því ekki aðeins mun hún geta haft áhrif á tungumálið, hún mun geta haft áhrif á það hvernig við hugsum og hvað okkur finnst. Samskiptamiðlar og leitarvélar sem forritaðar eru með tilteknum hætti hafa þegar haft áhrif á stjórnmálaumræðu og það einfaldara eftir því sem stjórnmálaumræðan fer meira og meira fram með yfirlýsingum sem ekki mega spanna meira en 280 stafabil. Sú staðreynd hefur gert það að verkum að dýpri stjórnmálaumræðu á undir högg að sækja og það okkar ábyrgð að við nýtum tæknibreytingarnar til góðs, tryggjum að þær ýti ekki frekar undir sundrandi umræðu í pólitísku umhverfi, tryggjum að samvinna og málamiðlanir sem lengi hafa verið undirstaða lýðræðissamfélagsins verði ekki löstur, heldur kostur, tryggjum eðlileg samskipti þjóða og fjölþjóðlegt samstarf, berjumst gegn því að múrar verði byggðir á milli landa, teljum ekki einstreikingshátt til sérstakra dygða. En tæknibyltingin mun ekki aðeins hafa áhrif á stjórnmálin, hún mun hafa áhrif á samfélagið allt, ekki síst atvinnulíf og vinnumarkað og við höfum öll færi til þess hér á Íslandi að vera gerendur í þessari byltingu frekar en þiggjendur. Sagan sýnir okkur að stórhuginn hefur aldrei skort hér á landi og það ábyrgð okkar að sækja fram í komandi breytingum til þess að tryggja áframhaldandi velsæld og jöfnuð. En kannski verður ekkert af þessu flóknasta verkefni, heldur það að tryggja að mennskan glatist ekki í þessari byltingu sem verður mun hraðskreiðari en þær þjóðfélagsbreytingar sem við höfum séð á undanförnum áratugum. Það okkar allra að takast á við þau siðferðilegu álitamál sem blasa við, þær spurningar sem munu vakna það hvað það merkir að vera maður. Og í því verkefni verðum við að vera meðvituð að skapandi og gagnrýnin hugsun mannsins, hæfileikinn til að hugsa sjálfstætt, verður líklega mikilvægasta tækið til að varðveita mennskuna. Kæru landsmenn, hátíðardagar eins og 17. júní og 1. desember minna okkur á að við stöndum á herðum þeirra kynslóða sem á undan okkur fóru. Við þurfum að vera sívakandi með að leggja okkar að mörkum til að greiða götuna áfram til betra samfélags á Íslandi. Þetta nefnilega gott land og gott samfélag og gleymum því aldrei að við búum hér nú enn þrátt fyrir ýmsar hrakspár öldum saman vegna þess að hér gott að vera og vegna þess að þrátt fyrir allt þykir okkur vænt hverju annað og það nú líklega það dýrmætasta af öllu. Kæru landsmenn, gleðilega þjóðhátíð. Leiðrétti kjör öryrkja og aldraðra aftur virk. Ella farið burtu með ríkisstjórn þrælahalds. Das Radikal.